Ágættir hlustendur, hingað komið forseti Íslands, herra Ólafur Ragnar Grímsson, vertu velkomin. Þakka þér fyrir. Þú ert að byrja kosningabaráttuna? Já, ég er að byrja kosningabaráttuna. Það má segja það að við ætlum að opna núna eftir hádegið, miðstöð, Laugaveg 88 og svo fer í lofti núna meðan við erum að tala saman, heimasíða, olavurodorrit.is og við verðum líka með samfélagsmiðlana í okkar þjónustu, bæði fésbókina og svo eru Dorrit með sína eigin fésbók og í fyrramáli þá leggjum við á stað í það sem við höfum kallað samræðum all land og byrjum í Grindavík sem traust sjávarpláss og ég veit að þú hefur góðan skilning á því að byrja í sjávarplássunum og þegar þeir fréttu það að við ætlum að koma þangað og áttuðu sig á því að á morgun afmælisdagur minn og brúðkaupsdagur okkar Dorritar að þá ákváðu stuðningsfólk okkar í Grindavík að bjóði afmæliskaffi og brúðkaupskaffi í Grindavík svona upp úr 5 á morgun í Saltvíkssetrinu. Þakkaði fyrir allt saman. En það sem var dálítið skemmtilegt í Grindavík þegar Dorrit kom fyrst til Íslands þá var það þegar Bláa lónið var opnað og við fórum líka til Grindavíkur. Þannig að Grindavík var fyrsta plássið sem hún kom í á Íslandi og þá þekkti hann enginn og vissi enginn hver hún var. Og það fyndna var að ljósmyndari Víkurfrétta sem var við opnun Bláa lónsins, hann klippti alltaf út úr myndunum þessa ókunnu konu sem var alltaf að sniglast þarna í kringum forseta og mistu þess vegna að því að vera fyrsta blaðið á Íslandi. Héldu að þetta væri einhver vinkona Tinnu og svona. Þannig að Grindavík hefur svona sérstakan sess í okkur báðum. Þú hefur áður þurft að vera í embætti? Já, ég tel það vera eðlilegt. Er þetta ekki þriðju kosningarnar sem eru aðrir frambjóðendur? Já, það er alveg rétt. Og veistu að ég tel það eðlilegt. Ég hef alltaf verið á móti þessari kenningu að það sé einhver heilagur eignaréttur eða heilag áskrift þessum kosin einu sinni til forsetaembættisins í 12 ár eða lengur. Þetta alvarleg lýðræðisleg kosning. Forsetanum falið mikið vald, sérstaklega á örlagastundum, eins og við höfum séð í Icesave-málinu, við höfum séð í tíð Ásgeirs Ásgeirssonar, Sveins Björnssonar, Kristjáns Eldjáns og Vigdísar Finnbogadóttur. Þetta ekki bara kosning einhverja skrautfígúru á Bessastöðum, þetta kosning það hverjum þjóðin treystir best til að fara með það örlagavald sem forsetaembætti hefur í sinni hendi og það á að vera í hvert sinn lýðræðislega kosning. Þess vegna fagna ég þessum frambjóðendum, fagna þessari umræðu og tel að það sé bæði gott fyrir okkur sem erum í framboði og ekki síst gott fyrir þjóðin að fara í gegnum þessu umræðu. Þú segir skrautfígúra, áttu þá við eitthvað mótframbjóðandi? Nei, ég á bara við það að oft talað það að forsetinn eigi að vera einhver veislustjóri á Bessastöðum, eigi bara að taka þar á móti erlendu gestum, kunna einhver erlend tungumál og svona líta vel út og út að skiptir það þetta allt saman málið, taka vel á móti gestum og það koma svona 7.000 til 8.000 manns til Bessastöða til einhverja athafna á hverju ári, þannig að þetta eru gríðarlegar annir. Þetta samfellt starf frá því snemma á morgnana og fram á kvöld, alla daga vikunnar, flestar helgar árið kring. En í embættinu þetta líka falið samkvæmt stjórnarskránni mikið vald og það finnst mér oft gleymast þegar menn að tala embætti og máta hinn á þessa frambjóðenda bara eins og þetta séu svona veislustjórar. Maður farið það eins og eftir því að það skiptir verulega miklu máli og frambjóðendur hafa svona mismunandi sýn á það. En þegar þú talar þetta hlutverk forsetans og þessar miklu annir að þá náttúrulega veist þú að við vildum búin að segja þáttar að náttúrulega lesa ógreinda tilvitnunum í þig þar sem að kannski ég ekki að sagt bíla ekki dómgreindin þín en fórst ekki of langt í mörgu eins og til dæmis að stíði undir útrásina og Ég hef alltaf talið það og ég tek nú eftir að ýmsir frambjóðendur sem núna eru komin á vettvang eru mjög sammála það að forsetinn eigi að styðja atvinnulífið í landinu. Og það gera alveg þjóðhöfðingjar, til dæmis þegar Margrét Danadrottning fór í ópera heimsótt í Víetnam, þá fóru fulltrúar 70 danskra fyrirtækja með henni. Þegar Svíakonungur fór í heimsótt í Brasilíu, þá fóru stjórnendur allra stærstu fyrirtækja Svíþjóðar með honum. Menn telja bæði í Evrópu og annars staðar að forsetaembættið sé mjög dýrmætt til þess að opna dyr, kynna landið, skapa tengsl. Og mörg af þeim fyrirtækjum sem ég studdi við í byrjun hér á fyrstu árum mínum og reyndar alla tíð
eins og Össur til dæmis, Marel, Actavis, CCP, LS Retail og mörg önnur hafa orðið burðar ásar í íslensku atvinnulífi. Og önnur ekki. En hvað segirðu? Og önnur ekki. Nei, svo það þetta alveg rétt að bankarnir fóru illa með okkur og fóru illa að ráði sínum og ég eins og aðrir studdi þeirra uppbyggingu og talaði þeirra máli. Og ég hef sagt það núna eftir bankahrunið að þegar framkomu efasemdir ýmissara sérfræðinga 2006, 2007 og ég hlustaði á þessar efasemdir þá horfði ég til þess því miður og gerði þau mistök að ég tók mark á matsfyrirtækjunum, þessum alþjóðlegum matsfyrirtækjum sem öll Standard & Poor's, Fitch, Moody's gáfu íslenskum bönkunum heilbrigðisvottorð með miklum elegans en ég horfði líka á það að allir helstu stórbankar Evrópu og Bandaríkjanna, Deutsche Bank, Royal Bank og Skotland og aðrir voru í nánum viðskiptum í íslensku bankan og ég sagði við sjálfa mig og það reyndist vera mistök. Ef að bæði matsfyrirtækin og þessir höfuðbankar heims eru í svona öflugum viðskiptum við íslensku bankana þá hlýtur þetta vel í lagi. En svo sáum við bara, ekki bara hér hjá okkur, heldur líka í öðru löndu, reyndist þetta að vera spilaborg því miður og ég tel að við höfum lært okkar leksíur af því og ég hef reynt mjög eindregið á síðustu 2-3 árum að fara í gegnum þessa lærdóma að mikilli gagnrýni, miskunnarlaust, boði til umræðu og alþjóðlegum vettvangi, boði erlendu fjölmiðlafólki og sérfræðingum til bestastaða, mætt á ráðstefnum víðum heim, til þess að kynna þá lærdóma sem við Íslendingar bæði þurfum og erum að draga af þessari sáru reynslu. Er þá einhver eftirsjá í þér? Hvað þú gerði, hvað þú sagðir, hvert þú fórst með þessum mönnum? Já, það kannski ekki eftirsjá vegna þess að það sko eðlilegt að forseti taki þátt í því að opna fyrirtæki, sérstaklega í hluteiga stærstu fyrirtæki landsins. Fyrirrennari minn til dæmis hélt fram málefnum Álafoss og sjávarútvegsins á sínu tíma og ég tek eftir því að núverandi ráðherrar eftir bankahrunið fara áfram að klippa og borða hjá gagnaverum bæði á Suðurnesjum og í Hafnarfirði. Þannig að ég tel óþarfi að draga þann lærdóm að ráðamenn megi ekki styðja við atvinnulífið og ég fór líka á sjávarútvegssýninguna í Brussel, var boðinn þangað af Íslandsstofu og ég taldi það bara fullkomlega rétt að forseti Íslands kæmi þar, þetta er stærsta sjávarútvegssýningin í heimi og þarna voru 30 íslensk fyrirtæki, ekki bara útgerðarfyrirtæki og fiskvinnslufyrirtæki, heldur hátæknifyrirtæki, hugbúnaðarfyrirtæki, öll svo mikla flóra sem hefur orðið öflug á heimsvísu á grundvelli Íslands sjávarútvegs og alveg samahátt og sjávarútvegsráðherra Noregs kom þarna með fylltu liði norskra fjölmiðla til þess að kynna heiminum hvað Noregur væri að gera. Þá var eðlilegt að forseti Íslands mætti líka en það var hins vegar merkilegt að engin sjónvarpsstöð eða blað á Íslandi hafði áhuga því og það eina sem að ég afsaði frá var útúrsnúningur og rangvæsla á minni ræðu sem að ég flutti þar vegna þess að mér fannst þetta svo merkileg upplifun að sjá 3 árum eftir hrunið þegar haldin er stærsta sjávarútvegssýning í heimi þá er Ísland þar í forysturhlutverki. Þar er hvert fyrirtæki á fætur öðru undir glæsilegri forystu ungra kynslóðar sem er öguð og þjálfuð og til dæmis Marel sem ég fylgst vel með og stutt rækilega. Þegar ég var alast upp í sjávarplássunum fyrir vestan og vinna í fiski, þá var Bader eitt helsta fyrirtæki sem framleiddi vélar í íslensk frystihús og fisklustöðar. Á þessari sjávarútvegssýningu er Marel orðið stærra en Bader. Og ný hugbúnaði fyrirtæki eins og Trackwell og aðrir er að búa til lausnir fyrir sjávarútvegsfyrirtæki sem munu verða byltingu á heimsvísu. Og svo fannst mér líka gaman að sjá mínu gamlu heimabyggð Ísafirði, 3X Technology, sem að framleiði líka vélar og tæki fyrir fiskvinnslu. Ungir menn sem neituðu að gefast upp þegar Slippurinn og skipasmíðastöðin lokaði Ísafirði, eru núna búin að byggja upp fyrirtæki sem er að selja slíkar vélar til Kína, til Thailands og út úr allan heim. Og mér har hugsað til þess að í Brussel í öllu þessu neikvæða tali og deilum sjávarútveg hérna á Íslandi. Af hverju var ekki farið með alþingismenn, stjórnvöld, fjölmiðlafólk, heilu flugvélafarmana
þarna til Brussel til að sýna þeim að íslenskur sjávarútvegur ekki bara deilum kvóta. Þetta hátækni grein á heimsvísu sem orðin í forustu og viðurkennd af öllum í þeim efnum, og það hlutverk forsetans þegar ráðherrarnir vil ekki sinna því, þegar þingmennirnir vil ekki sinna því, að halda fram og vekja athygli á því sem verður að gera, alveg eins og Dorrit hefur gert gagnvart fólk í hönnun, listum, menningu, íslenskri matargerð, eins og hún var að gera í þátti Mörtu Strúart, þar sem hún var að kynna íslenska ferðaþjónustu, matargerð og svo framvegis, og við mögum ekki þrátt fyrir mistök sem hann gerðu í aðdraganda hrunsins, þá mega menn ekki láta hræða sig frá því að sinna ekki þessu, vegna þess að forsetinn á ekki að sitja bara á Bessastöðum og taka góð laun og lifa þar rólegu lífi og labba túnin. Hann á að taka þátt í stríði þjóðarinnar, taka þátt í því að bæta hér lífskjörin og skapa trausta framtíð fyrir alla Íslendinga. Vorum að tala á hann að segja eitthvað frá upplýðinni að sjávarútvegssýningunni í Brussel og svona öflugum íslensku fyrirtæki þar, en nú hætta að þau geti verið ekki vaxið hérna heima, bæði vantar tæknimennta fólk og einsleikandi gjaldhöftin og fleira að gera það verkum að þau kannski vaksa frekar útlandum sem ekki nógu gott fyrir okkur. Já, það eftir því hvernig á það litið. Það sem var athyglisvert í Brussel var að sjá hve alþjóðlegur íslenskur sjávarútvegur orðinn og að hann líka hátæknigrein, þar sem hugbúnaðarfyrirtæki og tæknifyrirtæki eru búin að skapa sér forustu á heimsvísu, og það kannski Marel fremsta dæmið. En hann líka með flutningafyrirtæki eins og Samskip og Eimskip sem tryggja okkur samgöngur vítt og breytt heiminn, og mér finnst svona hættulegt að hér heima farið að tala sjávarútveginn eins og þetta sé bara kvótakerfið og einhverja þröngar deilur það, og menn átti sig ekki á því að upp úr þessum jarðvegi hann var sprottið iðnaðarfyrirtæki, hugbúnaðarfyrirtæki, hátæknifyrirtæki, markaðsfyrirtæki, flutningafyrirtæki sem eru forsendan fyrir því að við erum að fá hér góð lífskjör þrátt fyrir allt, og ungt fólk hefur tækifæri á Íslandi eins og þú sagðir, það skortur á fólki í þessum greinum. Og ég hef átt þess kost að fylgjast með mörgum af þessum fyrirtækjum frá því að þeim var ýtt úr vör, og það svo ánægilegt, það fyllir manni bjartsýni á framtíð Íslandinga að verða vitni að þessum mikla árangri, hvort sem það er 2 ungra manna á minni gömlu heimabyggð eða þeirra sem byrjuðu með lítið hugbúnaði fyrirtæki og eru núna komnir í fremstu röð á veraldarvísu af því að þeir höfðu þessi nánu tengsl við fiskvinnslu fyrirtækinni hér heima, og það verður að segja íslenskum sjávarútvegsfyrirtæki til hrós hvað sem líður deilum þau hér heima, að þau hafa verið mjög opin fyrir því að skapa samstarf við ungt menntað fólk og gefa þeim tækifæri til þess að byggja upp hátæknigreinar í tengslu við sjávarútveginn. Og þegar ég fór til Suðurskautsins í byrjun ársins og við Dorrit til þess að skoða áhrif loftslagsbreytinganna með Al Gore og ýmsum fremstu vísindamönnum heims og mjög mögnuð ferð sem hafði djúp áhrif á mig, að þá ræddi ég við ræðismann okkar í Buenos Aires, Argentínu, sem jafnframt umboðsmaður fyrir Marel. Og hann sagði mér frá því að stærstu kjötvinnslu fyrirtæki í Úrúgvæ þetta helsta útflutningsland á nautakjöti í veröldinni, þau nota öll búna frá Marel. Þannig að úr þessum litla jarðvega sem byrja var á lítilli vog borðum íslenska fiskibáta komið forustu fyrirtæki í Suður- og Norður-Ameríku í kjötvinnslu, og ef við ætlum Íslendingar að vera sjálfstæð þjóð, búa ungu fólki bjarta framtíð, þá verður forsetinn, stjórnvöld og alþingi og allir að passa það að skemma ekki þennan þróunarmátt sem í þessari og öðrum greinum, því að án þess krafts og bjartsýnu og orku þá mun okkur aldrei takast að skapa hér góða framtíð fyrir ungt fólk á Íslandi. Það eru sem sagt kosningabaráttan þínir að byrja, það eru margir mótframbjóðendur, hann og óljóst ennþá hvað verða raunlega margir þegar svona til kastana kemur, en það er alveg augljóst að það verður þetta verður öflug kosningabarátta. Það gegna fjölmiðlar miklu hlutverki, stór hlutverki, og ég fæ örugglega bátt fyrir að vera með því einan hérna, en þetta skiptir væntanlega miklu máli. Ætlar þú að mæta öðrum frambjóðendum? Já, sjálfsögðu ger ég það. Ég hef alltaf verið tilbúinn
að fara á lýðræðislegan vettvang og taka þátt í samræðu og við Dorrit erum að fara hér landið undir heitinu samræðum all land. Það áhersla á það við viljum tala við alla, bæði fjölmiðla fólk og aðra og heimasíðan allorudorrit.is og opnum miðstöðurinn núna eftir hátíð á Laugavegi allt saman vitnisburður það. En ég verð að segja eins og að ég hef orðið fyrir nokkuð vonbrigðum á undanförnum vikum með fjölmiðlana suma. Því að þessar forstakostningar eru þetta prófsteinn á fjölmiðlana í landinu. Þetta eru fyrstu svona kannski alvöru forstakostningarnar síðan fjölmiðlakerfi tók þessum breytingum. Það var ennþá í dálítið gömlum farvegi 1996. Og eins og fréttastjóri Ríkissjónvarpsins sagði í yfirlýsingu sem hann gaf núna fyrir nokkru og allir þekkja, þá áfelldist hann ýmsa fjölmiðla fyrir að hafa mist sig og ekki passa sig á sínu hlutverki. Og það alveg rétt hjá honum. Við sjáum til dæmis DFF sem hefur núna markvist vikum saman verið með mjög neikvæð skrif og málflutningi í mingar og jafnframt lyft Þóru mjög, þannig að Gárungarnir eru fannir að kalla DFF svona daglega viðbót við kosningabaráttu Þóru Arnórsdóttur og þannig mætti nefna svona fjölmörg dæmi og það kannski eðlilegt að fjölmiðla fólki finnir skemmtilegt að einhverju fjölmiðlunum sem hefur verið svona með spjallþátt og spurningaþátt í sjónvarp og verið á skjánum skuli núna geta komið til greina sem forseti vegna þess að það jafnframt svona vitnisburður það að forseta embættið og fjölmiðlarnir eru svona yfirst. En það sem ég fannst alvarlegt í þessari framgöngu fréttastóra Ríkissjónvarpsins var það að hann gleymdi alveg bjálkan í auga Ríkissjónvarpsins vegna þess að misnotkunnin á Ríkissjónvarpinu á undanförnum vikum og mánuðum í þessum efnum náttúrulega alveg ótrúlega. Hvaða dæmi ertu það? Já, sko skýrasta dæmið þetta á sama tíma og samtökin betri kost á Bessastöðum og voru með skoðanakönnun til að mæla Þóru og mæla mig og aðra. Þá kom 20. mars eiginmaður Þóru, Svavar Halldórsson, með langa frétt í Ríkissjónvarpinu. Sömu dagana var verið að taka þessa könnun. Það sem upptaktu fréttarinnar var það að nú væri búið að ákveða hvernig kjördagur yrði og hann var nú ákveðin fyrir mörgum áratugum þannig að það var nú engin frétt. En síðan var öll fréttin, svona sérhönnuð og klift frétt til að sá efasemdum í minn garð, til að skapa tortryggni út í mitt framboð. Og þetta fékk hann að gera á sama tíma og hann og hún höfðu samþykkt að taka þátt í því að mæla fylgi hennar á móti mér. Og svo kom niðurstaða könnunarinnar 4 dögum síðar eins og allir þekka og þetta fékk hann að gera þessa daga. En það þess að merkilegt að nú þessi fréttorðin svona feimnismál hjá Ríkissjónvarpinu þannig að á forsetavefnum þar sem eru nánast allar fréttir sem hafa verið í Ríkissjónvarpinu í aðdraganda forsetakosninga þá þessi frétt ekki, það búið að taka hann út. Og hún svo vel falin og þú þurft að fara aftur í fréttasafnið og hann var með fleiri fréttir, Svavar, til að sá tortryggni í minn garð eftir að þau voru búin að lýsa því yfir að þau var að fá fjölda áskorana til þess að bjóða sig fram. Og mér fannst það merkilegt að fréttastjóri Ríkissjónvarpsins leið og hann að ávíta aðra fjölmiðla. Þá skulle hann ekki hafa einur til þess að horfast í augu við bjálkan í augu Ríkissjónvarpsins. Og þetta finnst mér endurspegla svona ákveðna blindu í fjölmiðlunum. Að kannski sé þetta bara allt saman orðið svona eitt allsherjar bíó, forstakostningarnar og umræðan í þjóðfélaginu og ákvarðarinnar. Og eins og við sjáum til dæmis á því að sá sem að stjórnar kosningabaráttunni hjá henni, hann er kvikmyndaleikstjóri sem að gerði bíó borgarstjórnarkosningarnar og Jóngnar og vinnur núna því að búa til bíó forstakostningarnar. Og út af fyrir sér allt í lagi að fjölmiðlarnir eigi sinn hlut og þeir eru mikilvægt tæki. En ef það er búið að breyta jafn alvarlegu ákvörðunum eins og hver verður þjóðhöfðingi Íslands og fer með hið mikla vald sem honum er falið í stjórnarskráni í svona samskonar bíó eins og gert var í borgarstjórnarkosningunum og Ríkissjónvarpið hikar ekkert við að leyfa eiginmanni frambjóðandans að vera með áróðusfréttir í garð annara. Þá erum við nú ég heldur leið og verðar undirbúa frambóði með þessari könnun og það sem verða að mæla hennar fylgi og allir vissu og þau bæði voru á kafi í þeim undirbúningi.
En það séu það að Ríkissjónvarpið skamma sín fyrir þetta þannig að þeir eru að reyna að fela fréttin í dag. Já, en það hérna, svona, eins og þú nefndir hérna með DFF, það náttúrulega kannski lest þú það með öðrum augum heldur sem almenningur, þú kannski viðkvæmari fyrir umfjöldunum til á þessum tímum. Nei, sko, ég er nefnilega ekkert viðkvæmur. Ég er búin að vera í þessum bransa í áratugi. Ég er líka gamall prófessor í stjórnmálafræði og tel mig alveg hafa eiginleika til þess að horfa á þetta úr ákveðinni fjarlægð. Og ég er með það mikla reynslu og þekkingu á þessari þróun miðla og kosninga og sjálfur mikill áhuga maður þetta, fylgist vel með því erlendis hvað gert þar. Svo ég tel mig alveg geta dæmt þetta og það meiðir mig ekkert. Mér finnst það bara að vera svona alveg hættuleg þróun þegar áður fyrr það þótti mikilvægast varðandi fórstanbættinu að menn hefðu langa reynslu og vettvangi lýðræðislegra forystu, hefðu verið fremstu vísindamenn og fræðimenn þjóðarinnar eða stjórnað menningarstofnunum, að nú allt í einu sé bara fjölmiðladansinn orðið aðalatriði og annað sem að sýnir það hvernig fjölmiðlarnir hafa að mínu dómi ekki gegnt þessu hlutverki, að á núna þessum 2 mánuðum eða svo sem ég hef gefið þessu algjöran frið, ég ákvað að gera það, verið ekkert að trufla þessa frambjóðendur, leyfa þeim að koma fram og tala og lýsa sínum skoðunum og sjónarmiðum, hefur smátt og smátt komið fram alvarlegri ágreiningur, málefnaágreiningur fórstanbættið en við höfum síðan nokkru sinni fyrir. Já, en mér ákvað svolítið að spyrja þig svona í framræði sem þú veist að segja á þann, að við skulum tala hitt og eftir, í fyrsta sinn líka, þá er svona raunverulega hætt á því að þú fallir, þú ert talsveit undir Þóru Arnórsdóttur í skoðanakönnunum. Þetta hlýtur að svona marka því svolítið, þú hlýtur að sjá hættuna. Þú talaði bara hana hérna svona... Já, ég gerði það nú vegna þess að Ástþór hafði engan maka til þess að reka áróðu fyrir sig og fréttastofu sjónvarpsins og aðrir frambjóðendur hafi ekki haft einn maka til þess að reka áróðu fyrir sig og fréttastofu sjónvarpsins. Ég tók þetta sem dæmi ekki út á Þóru, ég tók þetta sem dæmi það að fréttastjóri Ríkissjónvarpsins sem var að ávíta aðra fjölmiðla horfðist ekki augu við bjálkan í augu Ríkissjónvarpsins sjálfs. En varðandi þessar tölur í skoðanakönnunum þá það hljómi kannski undarlega þá hvorki hef ég áhyggjur af því né svona snerti það með ákveðnum hætti vegna þess að eins og ég hef oft sagt áður að þá það hvorki við frambjóðendur né fjölmiðlar né einhverju áróðsmeistarar sem ákveða það hver verður forseti á Íslandi. Það er þjóðin sjálf og ég hef kynnst því vel allt frá því 1996 að Íslandingar taka þennan rétt sinn og þetta vald sitt mjög alvarlega hver og einn Íslandingur og lætur ekki segja sér fyrir verkum í þessum efnum. Og hver og einn, bæði ég og aðrir, verða af auðmýkt að beygja sig fyrir þeim dómi og þeim úrskurði sem þjóðin fellur. Og ef að þjóðin kemst að þeirri niðurstöðu að hún vil fela einhverjum öðrum að standa þessa vakt og fara með þetta mikla vald og vera þessi öryggisventil sem þjóðin þarf á að halda á óvissu tímum, þá auðvitað beygi ég mig bara auðmýkt fyrir þeirri ákvörðun og held til þeirra verka sem að ég hef ánægju af að sinna hvort sem en ástæðan fyrir því að ég hef ákveð að fara núna í kosningabaráttu það að ég tel að sá ágreiningur sem hefur komið fram fórstanbættið og þau sjónarmið sem aðrir frambjóðendur hafa lýst feli í sér svo skýra valkosti fyrir þjóðina að það sé mjög mikilvægt að hver og einn Íslandingur átti sig á því hvað er í húfi og hvernig þessir einstaklingar skilgreina fórstanbættið með ólíkum hætti. Já, fyrir ég þetta truflaði og við verðum að hleypa auglýsingum. Já, ágætu hlustendur, forseti Íslands Ólafur Ragnar Grímsson situr hérna. Mér langar áður fyrir að tala svona mismunandi sín ykkur frambjóðandanna á embættið að þá hérna þá langar mér að spyrja það því þú stendur, sko, þú ert sá forseti sem eini forseti sem hefur beitt synjunarvaldinu og gert það í þrígang og þá að skrifa ákveðin kafla í sögu embættisins. Nú áttu á hætt að skrifa annan kafla, eða þú skrifar örugglega hvernig þessir kosningarnar fara að þá verður lengur forseti heldur nokkur annar hefur gert eða það að sitjandi forseti sem fellur. Þetta er geysilega stór ákvörðun að fara aftur í framboð og ég heyri á þér að þú ert svona, þú farin að verjast. Já, þetta var hún stór ákvörðun, hún er stór ákvörðun í hvert sinn og það er líka rétt hjá þér að ég hef þurft að taka ákvarðanir og standa frammi fyrir
spurningum sem aðri forsetar hafa ekki gert. Ég þurfti til dæmis í Icesave-málinu að taka ákvörðun það hvort að þjóðin fengi þetta vald í sínar hendur þegar ríkisstjórnin, Alþingi, öll hagsmunasamtökin, margir fjölmiðlar, alla ríkisstjórnir í Evrópu voru á móti þeirri ákvörðun. Hún var harðlega gagnrýnd og ýmsir af forystumönnum Samfylkingarnar sögðu að ef að Icesave-samningunni samþyktur ætti ég að segja af mér og þetta er valmilli ríkisstjórnarinnar og mín. En þessi ákvörðun mín hefur gerð það verkum þegar þjóðin kolfelldi samningin og forsetinn sameinaði þjóðina í andstöðu sinni við Icesave, kannski mesta sameiningar aðgerð sem hér hefur verið gerð af hálfu forsetaembættisins, þá gerði það verkum að það kom í veg fyrir að við Íslandingar myndum skulda nú á annað 100 milljarða í erlendum gjaldeyri. Þrotabúið hefur nú skilað jafnmiklin eigi að síðu. Já, nei, vegna þess að þessi samningur fól í sér vaxtakjör og annað sem hefur hlaðist upp með þessum hætti og það er óumdeilt hvað sem líður þrotabúinu, þá hefur þessi samningur haft það í för með sér. Það er nokkur 100 milljarðar. Á annað 100 milljarða sem í erlendu gjaldeyri sem að við hefum átt að greiða og það er þess vegna sem að ég tel að þessi mismunandi sýn á forsetaembættið, hún sé mikilvæg að menn átti sig á henni vegna þess að Icesave-málið og reyndar ákvarðanir Ásgeirs Ásgeirssonar og Kristjáns Eldjárns og annar að sýna það að það er ákvarðanir sem forsetinn tekur geta skipt höfuðmáli fyrir örlög íslenskrar þjóðar og hluti á andstöðunni við mig núna að ýmsir eru að hefna harma sína fyrir Icesave. Þó þeir hafi ekki kjark til að koma núna fram og segja að við erum ennþá með Icesave-samningnum fyrsta, þá er alveg ljóst að margir vilja nota þessar forsetakosningar til að hefna sín fyrir ákvörðun mína út af Icesave. Þannig að hluti af því sem ég er að leggja undir í þessum kosningum er ákvörðunin Icesave. En þú sagðir áður en þú ákast að fara í frambúð aftur. Nú ætla að lesa orðið rétt eftir þér. Engin yrði glaðar en ég ef að það kæmi fram frambjóðandi nýrra kynslóð til þess embættis. Ég myndi ganga glaður frá þessu borði og þessu stað ef nýja kynslóður hefðu undanfarnu vikum eða mynd á næstu viku sameinast öfluga frambjóðendur. Ég myndi fagna því eftir það yrði. En hefur það ekki orðið? Nei, það hefur nú ekki orðið vegna þess að sá eini ungi frambjóðandi sem hefur komið á, hann er bara einn. Nei, Andrea Ólafsdóttir. Já, jú, við skulum sjá til yfir, þá hún eftir að koma í ljós hvaða stuðning hún hefur. En þetta snýst ekki bara ungar kynslóðir, þó ég hafi sagt þetta eins og ég myndi þá líka spurning hvernig tala þær ungu kynslóðir. Er frambjóðandi þessara ungu kynslóðir, er hann þeirra skoðunar að forsetinn eigi bara þessi skylda forsetans að hlýða ríkisstjórninni? Að forsetinn eigi ekkert að tjá sig svona stórmál þjóðarinnar. Aldurinn er ekki höfuðatriði í þessum efnum. Nei. Heldur varð ákvörðun mín til þess að gefa kost á mér aftur vegna þess að rúmlega 30.000 Íslendingar höfðuðu til þess að við værum á slíkum óvissu tímum, þá væru það mörg stórmál enn í deglunni. Icesave-málið óleyst, stjórnarskrármálið óleyst, samskiptin við Evrópu á þeirri dagskrá sem við þekkjum og margt annað. Að þeir knúðu á það að ég væri þá reiðubúin til að standa þessa vakt áfram, vera sá öryggisventil sem hefði sýnt það að hann væri tilbúin að færa þjóðinni valdið ef á þyrfti að halda og það væri ekki réttlætanlegt að taka þá áhættu að henda líka forsetaembættinu inn í þennan óvissupott á þessum tímum þegar Alþingi með minna en 10% traust, þegar flokkum fer fjölgandi, engin veit hvernig næsta ríkisstjórn yrði. Það getur vel verið að næsta vor verði forsetinn í þeirri stöðu eins og Kristján Eldjárn var og Sveinn Björnsson að flokkarnir get ekki komið sér saman ríkisstjórn og það verða að mynda auðvitað því stjórn. Þannig þjóðin er líka að velja í þessum kosningum hverjum hún treystir til þess, ekki bara veita þjóðinni rétt þess að greiða atkvæði mikilvæg mál, heldur hverjum hún treystir til þess að leiða kannski saman öfl og kannski hafa forustu myndun auðvitað þegar stjórnar eða flokkarnir get ekki komið sér saman. En það er hérna, nú vitna ég hérna í grein sem að Þóra Arnórsdóttir er skrifað og honum ber að fylgjast grannt með samfélagi sín og vera öryggisventil þegar nauðsyn krefur. Þú talar líka öryggisventil. Það er ekki svo, ég get ekki skilið þennan, þú setja haldaði fram að þú einn getur verið þessu öryggisventil. Það getur ekki aðrir einstaklingar verið það. Nei, ég er alls ekki að segja það og ég satt segja ánæður með það að allir frambjóðendur sem hafa núna komið fram tala fyrir málskotsréttinum.
Það mikill áfangi vegna þess að ég var lengi vel gagnrýndur fyrir það og meira að segja ýmsir héldu því fram að forsetinn hefði ekki þennan málskotsrétt og hann þá að leita samþykkis ráðherra ef hann ætlaði að beita því. Þannig ég tel að málflutningur annarra frambjóðenda sýni það sem ég hef sagt málskotsréttin frá upphafi og sýnt í verkum mínum hefur núna verið viðurkennt af öllum og ég gleðst mjög yfir því vegna þess að það réttur skilningur á stjórnarskránni. En það breytir því ekki að forsetaembættið margslungnara heldur en bara málskotsrétturinn. Og ef við horfum á það sem Ástþór og Andrea, Ari Trausti, Herdís og Þóra og ég hafa sagt forsetaembættið, þá blasir það við að við erum hér komið með frambjóðendasveit þar sem Ástþór og Andrea eru yst á þeim kanti að vilja að forsetinn taki sér miklu meira á vald en ég tel nú kannski eðlilegt. Beiti sér fyrir málefnum með því að leggja fram frumvörp og alþingi og þjóðaratkvæðagreiðslu alls konar mál sem ég myndi ekki telja réttlætanlegt. Ég hef talað fyrir því að forsetinn væri virkur talsmaður í stórmálum, tæki afstöð til þess og hikaði ekki við að taka forystu á þeirra að halda þó ég vil ekki gangi slangt eins og Ástþór og Andrea. Herdís og Ari Trausti eru svo þarna einhvers staðar hinum megin og svo kemur Þóra sem hefur nú þegar í viðtölum markað sér alveg skýra sín á hinum kantinum. Hún hefur lýsti yfir til dæmis í viðtali orðrétt að það sé skylda forsetans að fylgja utanríkisstefnu stjórnvalda. Það sé skylda forsetans að fylgja utanríkisstefnu stjórnvalda sem hefði á síðustu missunum verið utanríkisstefnu Jóhönnu Sigurðardóttur. Og hún hefur sagt það sem meira að forsetinn eigi ekki að tjá sig stórmál. Hann eigi að láta alþingi því eftir og hún meira segja sagt það varðandi afstöðuna til Evrópusambandsins. Þá ætlar hún að halda því leyndu fyrir þjóðinni hvaða afstöðu hún kynni að hafa í þjóðaratkvæðagreiðslum það og þetta þar með líklegast eini þjóðhöfðingin í Evrópu sem myndi leyna sinni þjóð. En það alvarlegasta að þessi fullyrðing hennar að forsetinn hafi þessi skylda hans að fylgja utanríkisstefnu ríkisstjórnar, maður heyrir þetta hjá ýmsum ráðherrum og fulltrúum ríkisstjórnar hverjum tíma, alröng og af mörgum ástæðum. En það ekki ástæður að fólk segir dólar, þetta hefur verið umræðan, það hefur verið talað að ég vil að setja ofan yfir forseta vegna þess að hann fylgi ekki stefnu ríkisstjórnar í utanríkisstefnu. Já, það alveg rétt hjá þér að það hefur verið óska forseti kannski sérhverja ríkisstjórnar og óska forseti núverandi forsætisráðherra að það væri forseti sem teldi að skyldu sína að fylgja bara línunum og stjórnarráðinu. En þetta bara stórhættuleg kenning en hún líka kolröng. En hún ekki bara frá Þóru? Nei, en það auðvitað alvarlegt ef að sá sem að bjóða sig fram til þess að gegna forsetaembættinu lýsir því skýrt yfir í viðtali að hún telji það skyldu forsetans að fylgja utanríkisstefnu ríkisstjórnar og af hverju þetta rangt? Þetta í fyrsta lagi rangt stjórnskipulega séð vegna þess að það ekkert í stjórnarskránni eða lögum sem segir að forsetinn eigi að fylgja stefnu ríkisstjórnar í utanríkismálum en það hafa þær tekið miklum breytingum. Þetta líka rangt sögulega. Ásgeir Ásgeirsson til dæmis beitti sér eindregið gegn utanríkisstefnu vinstristjórnarinnar 1956-58. Hann talaði gegn henni í ræðum og bak við tjöldin beitti hann sér gegn henni mjög eindregið. Sveinn Björnsson beitti sér fyrir sinni sjálfstæðu utanríkisstefnu gagnvart Bandaríkjunum og þetta í þriðja lagi rangt vegna þess að forsetinn hefur eins og ég hef sýnt varðandi norðurslóðirnar, varðandi samskipti við Indland og Kína, varðandi loftslagsmálin. Það hefur forsetinn sjálfur mikið svigrúm til að taka frumkvæði í utanríkismálum og beita sér fyrir áherslum í þágu þjóðarinnar. Núna viðurkenna allir að norðurslóðamálflutningur minn hafi verið réttur og gagnist þjóðinni en þegar ég byrjaðan fyrir 10 árum síðan og unnið honum markvið síðan þá voru margir sem gagnrýndu þetta og þegar manneskja býður sér fram til að vera forseti Íslands og segir alveg skýrt það verður skylda mín sem forseti að fylgja utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar sem núna þá utanríkisstefna Jóhönnu Sigurðardóttur Ég er þessi ummæli til að ræða við þau. Já, það alveg skýrt, það byrtist í viðtali við DFF og ég fór með þau alveg orðrétt. Eins eru ummæli hennar það að þegar verður þjóðaratkvæðagreiðslu með Evrópusambandið, þá ætli hún bara eins og hver og einn Íslendingur að ganga á kjörstað og greiða leynilega atkvæði og hún ætla ekki að segja neinum frá því, hún sagði það, hún ætla ekki að segja neinum frá því hvað afstöðu hún hefur. Hvað afstöðu þú? Já, það vita það allir að ég er sprottin upp úr þeim jarðvegi sem hefur ávallt verið mjög gagnrýninn og andvígur aðild Íslands að Evrópusambandinu. Ég hef áratugum saman talið að hagsmunum Íslands, líkt og Noregs,
væri betur borgið til lengdar utan Evrópusambandsins. Og þó að ég hafi af kurteisi við ályktun Alþingis og vinn minn utanríkisráðherrann ekki verið að taka mikið þátt í þeirri umræðu, þá hef ég þó talið nauðsynlegt á undanförnum misserum að gagnrýna Evrópusambandið harkalega, meðal annars framgöngu þessi í Icesave-málinu. Ég hef talið það nauðsynlegt hagsmunum Íslands og þið geti spilað viðtöl við sjónvarpsstöðvar, sumar þekktustu sjónvarpsstöðvar heims, þar sem ég hef gagnrýnt Evrópusambandið af mikilli hörku. Þú gerði það líka síðastu verið? Já, þannig að forseti sem segir ég ætla bara ekkert að tala þetta og það bara leyndarmál hvaða afstaða ég hef í þessum málum, stærsta máli íslenska lýðveldisins frá því að það var stofnað, að það sýn á forsetaembættið sem mér finnst nauðsynlegt að þjóðin tæki bara skýra afstöðu. Nú ef að þjóðin vill forseta sem telur það skyldu sína að hlýða ríkisstjórninu og telur það skyldu sína að segja ekkert stórmál eins og Evrópusambandið. Hún er að tala þetta sjálf. Já, hún búin að gera það, hún búin að vera í viðtölum og það merkilega að í þessum viðtölum þá þessi afstæða bara mjög skýr. En það í fleiri máli, til þess nú mikil deila sjávarútvegsmálin og ég sá til þess á fundinu þegar þú varst að taka múti áskorunum að bjóða gefa aftur kostu þér, að þar voru margir sem eru miklu svona harðir andstæðingar þeirra sjávarútvegsstefnu sem núna. Það mikil deila í samfélaginu, líklegt að þú munir, sama hvernig þessi frumvarp afgreitt frá þinginu, vísa þeim til þjóðarinnar? Sko ég hef nú haft það sem grundvallarreglu að lýsa ekki afstöðu þegar frumvarp til meðferðar á Alþingi hvað forseti kynna að gera við þessar aðstæður. En hitt alveg ljóst og það í samræði við málflutning til dæmis forystumanna núverandi ríkisstjórnar og reyndar stjórnarandstöðuflokkana líka. Að kvótamálið orðrétt samkvæmt þeirra eigin ummælum stærsta mál þjóðarinnar. Þar að ræða ráðstöfun og sameign þjóðarinnar. Þar að ræða hvað þjóðin eigandi auðlindarinnar fær í sinn hlut. Það erfitt að hugsa sér stærra mál en það sem myndi vera eðlilegt að setja í þjóðaratkvæðagreiðslu ef að einhver hluti þjóðarinnar telur það mikilvægt. Þannig að ég tel að eðli málsins sé þannig að þegar séu fá mál jafn vel fallin til þess að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu eins og kvótamálin, því að þar þjóðin þá sjálf að taka afstöðu til þess hvernig hún vill ráðstafa sameign sinni og ég gæti ekki séð að nokkur forystumaður núverandi ríkisstjórnar, hvorki Jóhann eða Steingrímur, gætu gagnrýnt það að forsetinn myndi vísa slíkum frumvarpi þjóðaratkvæðagreiðslu ef þess krafist, vegna þess að þau hafa sjálf talað þetta sem stærstu mál þjóðarinnar. Þannig ég hlýt að hugleiða það mjög alvarlega ef upp kemur sú staða af því að ég tel að fá mál liggi jafn vel fyrir til þess að láta þjóðina sjálf ákveða það. Þú hefur talað skýrt, því þú talað skýra fyrir mig. Nei. En ágætur hlustendur, Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands situr hérna, nú gerum við augnablikslega kom aftur að verðum úr spori. Ólafur Ragnar Grímsson forseti Íslands situr hérna, við höfum farið í það, en sem sagt það núna kosningabaráttan raunverulega hefjast að fullir alvöru þegar þú kemur svona fram á svið og tekur þátt í henni. Ég heyri á þér að hér finnst, sko, Þóra hefur mælst með svona mesta stuðninginn, mér hefur heyrst á svona málflutninginum að þér finnst hún, eins og ég las hérna tilvitnun í sjálfa þig, þar sem varst að tala um að kæmi nú ungu frambjóðandi, þá myndi þú fegin, sko, á þessu staði nýja kynslóðir hefðu undan við viku með myndu á næstu viku koma fram. Þú myndið þú fagna því. Þegar ég las þetta fyrir áðan, þá fannst mér þú svaraði einhvern veginn þannig að þið finnist hún ekki svona góðu frambjóðandi. Þú ert ekki hrifin að hennar málflutningi. Já, hún ágæt sem manneskja hefur staðið sér vel og við eigum bæði rætur til Ísafjarðar og bæði Grímur og Hannibal myndu örugglega skemmta sér vel yfir þessari stöðu og ég var kannski að hugsa til þessum daginn til Gríms og Hannibals og séra Sigurðar Sigur og Ísafirði sem var sóknarprestur Ísafirði þegar pappi Grímur og Hannibal, afi Þóru voru þar og pappi var að heimsækja Hannibal í Alþýðuhúsið, þannig að Jón Baldvin og Arnór voru að leika sér og ef að þeir Grímur og Hannibal hefðu farið að tala um það að eftir að sonur Gríms var búin að vera fasti nokkuð tíma þá myndi dóttir Arnórs og stórfrænka Jóns Baldvins bjóð sér fram á móti og svo færi þeir í kaffi til séra Sigurðar og væri sagt þar að dóttir séra Sigurðar þá kosin biskup
í aðdraganda þeirra kosninga og svo færu þeir allir saman í labbitúrnir í Neðstakvöstar, sér að Sigurður, Grímur og Hannibal og ræddum þessa framtíð. Þannig að það eru þetta margvísleg persónuleg tengsl góð og skemmtileg sem að höfða til hjartans í okkur gömlum vísifræðingum. En það breytir því ekki, Sigurjón, að manneskja, hvort sem er ung eða gömul, sem býður sig fram til forseta Íslands og lýsir skýrt eins og Þóra hefur gert í viðtali við DFF, að hún til þess skyldu forsetans að hlýða utanríkisstefnu ríkisstjórnarinnar. Hún telja að hún eigi ekki að segja þjóðinni frá því hvað afstöðun hefur í Evrópusambandinu, ekki taka afstöðu til stórmála. Að það er afstaða til forsetaembættisins sem væri þetta fagnaðar efni fyrir sérhvert forsætisráðherra eða valdhafana á Alþingi eða ríkisstjórn. En ég tel að það er ekki sú tegund af forseta sem hvorki stjórnarskráin né þjóðin sem vill hafa þennan öryggisvendil á óvissum tímum þarf á að halda, og það er þess vegna sem ég er að gera þetta í umræðefni, vegna þess að hún hefur bara stilt sér upp á þeim póli þessara umræðu sem ráðherrar og forráðamenn og þeir sem eru með hagsmuni ríkisstjórnar hverju tíma og meiri hlutans og Alþingi vilja helst hafa forsetann, þögulan og þægan forseta. En það sem sagt, það er svona takmarka að marka kannski skoðanagann eða náttúrulega gefa til kynna að þú og Þóra eru með langmest fylgi, en það eru þarna frambjóðendur líka aðrir sem hafa verið að tjá sig embættið, eins og Herdís Þorgeirsdóttir sem er nú ágætan bakgrunn með svona menntun og reynslu og það er svona, tala allir málskottsréttinn, en það er svona blæbrigða munur. Já, þess vegna dró ég upp þessa línu áðan með Ástþór og Andreu hérna á hinum kantinum sem að vilja forsetinn sé að blanda sér inn í alls konar mál á Alþingi og vera mjög virkur en jafnvel ég til eðlilegt. Og svo Herdís og Ari Trausti sem ég þekki bæði og með mjög mikil, sem Herdís er nú gamall nemandi minn og ég fylgdist vel með hennar doktorsnámi og hef lesið hennar skrif og hún hefur mikla kunnátt og þekkingu á lýðræðismálum, fjölmiðlum og mannréttindamálum og skrifaði stórmerkilega doktorsritgerð í þeim efnum. Og ég hef í samvinnu var að Trausta nýtt hann til að kynna erlendur ráðamönnum íslenska náttúru og sögu og hef gefið hans bækur íslenska náttúru erlendu þjóðhöfðingjum og með þetta fólk mjög mikil, Ástþór þekki ég náttúrulega mjög vel líka. Andrea hefur komið til mín á fundi á Bessastöðum og við rættum hagsmunamál heimilanna og hennar baráttu sem ég tel að sé mjög lofsverð og virðingaverð og öll hafa þau sína forsetembættið, en það sem ég sagði í upphafi við þig áðan, mér finnst merkilegt að fjölmiðlarnir hafi haft meiri áhuga á bíóinu sem er í kringum forsetembættið og sjóinu og myndunum og því öllu saman, en hafa ekki farið að fjalla þessar mismunandi áherslur sem nú þegar liggja fyrir í þeim yfirlýsingum og viðtölum sem hafa farið fram og ætlum við virkilega að fara hérna gegnum forstakostningar og fjölmennarnir bregðist í hlutverki sínu að efla þá málefnaleg umræðu, sérstaklega þegar jafn skýrar andstæður hefur nú þegar komna fram eins og raun ber vitni. Já, þú setur nú núna til að ræða einmitt kannski svona innihald kostningana. Já, þetta við gert það mjög opið vegna þess að ég tel að þjóðinni er rétt á því að við tölum öll hvert og sig bara hispurslaust það sem máli skiptir. Auðvitað skiptir máli að hafa fjölskyld og Bessastöðum, auðvitað skiptir máli hvernig fólk lítur út og hvað fólk er gamalt og svo framvegis. En forsetaembættið, það er síðasta stoppistöðin sem þjóðin hefur ef hún vill fá völdin í sínar hendur. Og bæði stjórnarskráin og sagan fela forsetanum slíkt örlagavald á óvissu tímum fyrir þjóðina. Þannig að það val sem nú fer fram er grafalvarlegt, það er efnisríkt og það getur haft miklar afleiðingar fyrir íslenska þjóð, alveg eins og við sáum ákvarðan sem Sveinn Björnsson tók, sem Ásgeir Ásgeirsson tók, sem Kristján Eldjárn tók og sem ég hef tekið og sem Vigdís tók, hafa allar með ólíkum hætti haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir íslenska þjóð og það snúast þessar kosningar. Þú eru 69 ára á morgun. Ég hef alltaf haft áhuga á þjóðmálum, ég er að vera 60 og alveg frá því ég byrjaði að fylgjast með þjóðmálum þá að þú verið í mjög stóru hlutverkum alltaf áberandi. Við talum nýja Ísland, ef að sem sagt þú setur út kjörtímabili þá verður 73, ef verður kosið núna þá verður 73 ára þegar það líkur. Ertu ekki og gamall?
Ég er nú yngri en Ronald Reagan þegar hann var kosin fórst í hérna fyrsta sinn. Já. Og ég er mun yngri en Adenauer þegar hann var kanslari Þýskalands í hérna fyrsta sinn. En auðvitað velti ég því fyrir mig eins og ég lýsti í nýja sjónvarpinu að það veri komin tími til þess að fara að snúa sér öðrum verkum og það var einlægur ásetningur bæði mín og Dorritar. En þegar 20.000 Íslendinga höfða til mín það að standa vaktin áfram, að hlaupa ekki frá borði á þessum óvissu tímum og taka þátt í því með þjóðina á næstu árum að tryggja það að hlutirnir fari ekki hér úr skorðum, þá tel ég að einstaklingur sem þjóðin hefur sýnt þetta traust í 16 ár, hann hafi gagnkvæmar skuldbindingar, hann geti bara ekki leyft sér að gera það. Og ég vil nú segja að þú tala um nýja Ísland og þegar ég horfði á sumt af því sem hefur verið gert svona í framboðsbaráttu svona sumra, ég ætla ekki að nefna neina hérna fram að þessu eins og þetta með kvikmyndaleikstjóran og bíóáherslunar og þetta allt saman. Sko mér finnst margt að þessu vera óskaplega mikið 2007. Það er að segja að það er að leggja meiri áherslu á myndirnar, á útlitið, á sjóið, heldur en efnisríkt innihald og málefnalegar umræður og því leyti ber ég mikla virðingu fyrir Herdísi. Herdís hefur verið að skrifa greinar og ritgerðir hennar sýn á fóstembættið sem eru efnisríkar og innihaldsríkar og það er einmitt þannig umræða sem ég tel að þjóðin þurfa að fá. Þetta er allt og mikið alvöru mál til að menn megi missa sig yfir í einhvern svona leiktjöld og svona sýndarmennsku í kringum þetta. En það hefur skrifað mikið eðli málsins samkvæmt þína forsetatíð. Það er náttúrulega, sko, þú er náttúrulega forseti þegar hrunið verður og það er rannsóknarnefnd Alþingis sem að eins og ég sagði hérna í upphafi, sko, ég gæti lesið endalaus einhverja tilvíðan, ég ætla ekki að gera það, ég hefur bara hver og einn að gera það fyrir sig. En það er meðal annars mælt til þess að forsetaembættið setji sér siðareglur. Þú hefur ekki gert það. Við skoðum það mjög vandlega. Við skoðum svona hvernig anverið þessar siðareglur sem að alþingismenn og aðrir ráðamenn bæði hér og erlendis hafa sett sér. Og við skoðum líka hvað væri í öðrum löndum og þá kemur það í ljós að við fundum hvergi siðareglur þjóðhöfðingja. Það var ekkert fordæmi fyrir því. Og svo sáum við líka þegar við fórum að skoða þessar siðareglur. Margt af því vorum bara svona almennar sjónarmiðum að sýna fólki kurteisi og tillit sem að vera ekki dónalegur og svona framvegis. Ég tel að þurfi nú ekki að skrifa það að forsetinn eigi að vera kurteis og ekki dónalegur. En kjarninn í þessum siðareglum fyrir ráðherra og þingmenn aðra voru að þeir mætti ekki fá greiðslur annars staðar frá. Það er fyrirbyggja fjárhagslega hagsmunatengsl á milli. En í þessum efnum, og því gleymdi rannsóknarnefndin að skoða, og það er kannski eðlilegt, í þessum efnum er stjórnarskráin siðareglur forseta Íslands. Stjórnarskráin bannar forsetanum að hafa nokkur fjárhagsleg tengsl við nokkur annan aðila. Og það hefur haldið allan lýðveldistímann. Og þess vegna er stjórnarskráin, hvað þetta snertir, þær siðareglur, það var niðurstaðan sem við komumst að, þau atriði sem mestu skiptir í þeim siðareglum sem við erum að setja öðrum eins og þingmönnum og ráðherrum sem engin slík ákvæð hafa verið þeir hafa geta fengið greiðslur og öllum áttum og þurfti þess vegna að setja siðareglur það. En við gerðum líka meira. Við höfum núna í meir en 10 ár birt á heimasíðu forsetans frásögn af hverjum einasta fundi sem ég á. Sem lýstir við hvern var rætt, hvað var rætt. Það er engin íslenskur kjörinn fulltrúi í landinu. Við opnað og ég gagnsæjan hátt á það hvað hann er að gera. Þú finnur hvergi á heimasíðum ráðherra annar slíka nákvæma lýsingu hvaða fundið eru að halda. Og ég tel að þetta gagnsæi, að allir geti haft aðgang að því hvað forsetinn er að gera á hverjum degi og við hverjan er að tala og hvað hann er að fjalla, það er miklu meiri trygging heldur en einhverja siðareglur sem eru settar í einhver svona stemningu og eru svona almenn kurteisi þegar fyrir liggur að stjórnarskráin hvort sem er bannar forsetanum að hafa nokkur fjármálaleg tengsl við einn en einn. En það er forsætisráðherra óskaði eftir við þig og setti ofan í við þig mér, hafi ekki sett þessar siðareglur og þú sagðir að nú er komin kapp og pönnuköpun. Það má margt segja samskipti okkar Jóhann. Já, ég ætla að fara að tala um þetta. Margt sem samskipt okkar Jóhannu sem er hún áratöfum. Já, ég met hana mjög mikil svo hún hefur átt einstæðan feril og sagan mun nú sína það að ég átti nú kannski hlutdeild í því eins og ýmsir aðrir að hún yrði forsætisráðherra á sínum tíma. Hvernig þá? Já, auðvitað í þessari óvissu og þegar ríkisstjórnin fór frá og þessum ekki lá alveg ljóstu hvað myndi gerast, þá var auðvitað nauðsynlegt að forsetinn beitti sér af öryggi fyrir því að það er tryggð ríkisstjórn í landinu. En eftir að ég tók ákvörðun í Icesave
á sínu tíma, þá alveg ljóst að Jóhann hefur aldrei fyrirgefið mér það. Og hún hefur verið í alls konar leiðangrum gegn mér síðan. Hún telur það nánast vera dauðasök og margir aðrir forystumönnum Samfylkingarinnar að ég hafi tekið þessa Icesave-ákvörðun. Og hún gekk meira segja svo langt eftir að ég tilkynnti framboð mitt að hún talaði gegn mér eftir núna í mars á flokksstjórnarfundi Samfylkingarinnar. Það nánast einstæmi að forsætisráðherra, formaður stærsta ríkisstjórnarflokksins, gerir sér far að tala gegn forsetanum á flokksstjórnarfundi í sínum flokki. Og ég þykir þetta nú leitt sko, þetta stríð sem að Jóhanna til þessi þurfa að vera við mig og hefur birst í margvíslegum myndum. Nú hennar aðstofamaður hefur náttúrulega verið í margvíslegum leiðangurum gegn mér og bæði til að finna aðra frambjóðendur og kjarnin í kringum Jóhannu hefur þetta verið mjög ötull að finna annan frambjóðenda gegn mér. Og hún hefur kosið það, nú ok, það svo sem allt í lagi, ég meina, ég tek það bara eins og hvað annað, en ég tel það ekki vera gott fyrir lífveldið að það séu þannig tengsl svona tortryggni og anstöðu milli forsætisráðherra og forseta, og þó hafi nú stundum hvesst svona milli okkar Davíð Oddssonar, að þá það nú enga síður staðrind og sem kann að þykja það merkilegt. Að árum saman þegar við gengdum þessum embættum þá átti ég nú svona ýmsuleiti eðlilegur og nánari samband við hann heldur en ég hef við núverandi forystunum. Já og sama er við gamla félaginu úr Alþýðubandalaginu sem Steingrímur Sigfússon. Það ekkert gott samband á milli ykkar. Nei, þetta Icesave-máli voru þessi stóru og miklu vatnaskil í þeim efnum að þegar ég vísaði því í þjóðaratkvæðagreiðslu og það var kolfellt, þá voru ekki bara Steingrímur og Jóhanna sem töldu það dauðasök og hafa verið í leiðangri gegn mér síðan og ýmsir þingmenn, Vinstri grænn og annar menn því að lesa þingtíðindi til þess, en líka ýmsir gamlir vinir mínir og stuðningsmenn til margra ára hætt að tala við mig eftir að ég tók þessa ákvörðun. Og þetta sýnir það líka Sigurjón, að það geta komið þær stundir á ferli forseta að hann vera tilbúin til að taka ákvörðun í samræmi við hans skilning á þjóðarhag sem gerir hann óvinsælan, gerir það verkum hann jafnvel eignist sína hattusmenn og jafnvel valda mikil öfl í þjóðfélaginu ráðist gegn honum. En forseti sem hugsa bara alltaf vinsældir og alltaf upptekinn af því frá degi til dags, eða eins og einn frambjóðandinn sagði í viðtali við DFF á fundi austur á landi fyrir skömmu síðan og hún vildi ekki fara í stjórnmál af því að þau voru svo óvinsæl. Ef að sá sem forseti fyrst og næst að hugsa vinsældir sín á hverjum tíma, þá tel ég að sagan sýni það að hann muni eða hún bregðast því að axla þá ábyrgð þótt að sé í beinni andstöðu og það merkilega nú, Sigurjón, það var í fróðlegt að spyrja alla þá sem gagnrýndu mig af mikilli hörku 2010 fyrir ákvörðunum Icesave, hvort að þeir séu tilbúnir að standa núna upp og segja það var rangt að fella Icesave 1 samninginn. Þú talaði vel Herdísi Þorgeirsdóttur áðan og hún búin að skrifa mikið og ég búin að lesa mikið af því og mér langar þá sko að því að nú það þannig að þeir sem voru andstæðingar þínar áður, pólitískir andstæðingar áður eru kannski sko styggustu stuðningsmenninni núna. Hún segir meðal annars eingöngu slíkur einstaklega getur notið trúnar alls alþingis en ekki aðeins hluta þess, sem sagt að þannig þú nýtur ekki, þú er búin að segja að lýsa því sjálfur hérna, þú nýtur ekki sko tröss alls alþingis. Já, þó að ég byrja nú... Nei, en það verða fyrir forsetan, ekki? Nei, þetta bara fyllt forsetanembætti frá upphafi. Strax á Þingvöllum 17. júní 1944, þá var stór hluti alþingis, svo að andsnúni Svein Björnssyni utan því stjórninni, að þeir kusan ekki á Þingvöllum 17. júní á þessari stóru stund og það var mikill kurr þegar það kom í ljós að ýmsir þingmenn Sjálfstæðisflokksins og aðrir kusu ekki Svein Björnsson heldur kusu aðra. Og það þetta alveg ljóst líka og við þekkjum það vel sem munum þá tíma að eftir að Ásgeir Ásgeirsson átti sinn stóra hlut í myndun viðreisnarstjórnarinnar á sínum tíma sem satt hér í 12 ár og eitt skýrasta dæmið áhrifavald forseta til stjórnarmyndunar og kom í veg fyrir að vinstristjórn Hermanns Jónassonar væri endurnýjuð. Ég segi nú kannski Ásgeir Ásgeirsson að veri hataður af framsóknarmönnum og alþýðubandalagsmönnum það sem eftir var. En það andaði ansi kvöldu í garð Ásgeirs allan þann tíma. Nú Vigdís hefur nú lýst því ágætlega í sinni ævisögu
að eftir að hún hafnaði því að setja EES-samningin í þjóðaratkvæðagreiðslu þá hættu margir vinir hennar og nánustu stuðningsmenn að heilsinni. Svo að forsetinn þarf auðvitað að hafa burði til þess að taka ákvarðanir þótt að einhver hluti þingsins eða ríkisstjórnar eða þjóðarinnar eða gamalla vina verði alveg æfir. Þegar að fyrstu skoðanakannanir kom til greina þinni hálfu að hætta við framboð? Nei, þegar ég hef tekið þá ákvörðun að bjóða mig fram og bjóða mig fram til 4 ára, gerir það alveg skýrt til 4 ára. Það rangt sem að sá tónn í þessum fréttum sem Svavar var að reyna að búa til í sjónvarpinu að ég ætlaði bara að vera í 2 ár og einhvað slóðis og það áróður sem hefur náð tölvurum árangri. Nei, ég sagði aldrei, ég hef aldrei sagt það. Það eina sem ég sagði, Sigurjón, var það að ef öll þessi stóru mál væri komin í heila höfn og þjóðin væri komin á trausta og örugga siglingu og vildi þá í samræmi við nýja stjórnarskrá og velja sér nýjan forseta í samræmi við þær reglur og þá umboð, þá væri ég tilbúin að stíga til hliðar. En ég býð mig þetta fram til 4 ára. Ég ætla ekki að hlaupa hér frá þessu borði. Ástæðan fyrir því að ég gef kost á mér, ástæðan fyrir því ég fer í þessa kosningabaráttu að ég tel að stórmál sé í húfi, mikil óvissa ríki ýmsum málum þjóðarinnar, sem mikil vantraust á öðrum stofnunum landsins. Það viti enginn hvað kunna gerast í næstu þingkosningum, menn vita ekki hvað það kunna gerast í kvótamálunum, málum og öðrum stórmálum og þegar 20.000 Íslendinga biðja mig að standa þessa vakt áfram þá ákveði ég að gera það og verða við þeirri ósk.